Nú ætlum við aðeins að skoða óuppsettar jöfnur. Frænka Unu er 5 árum eldri en Una, samtals eru þær 29 ára. Hérna skiptir öllu máli að nenna að skrifa. Una. Við vitum ekki hvað hún er gömul. Eina sem við vitum er að frænkan er 5 árum eldri og samtals eru þær 29. Við skulum nota bókstaf til þess að tákna aldur Unu. Og það stendur svo ekki hérna en við ætlum að leysa þetta með því að búa til jöfnu. Og ef að Una er x ára, skiptir ekkert öllu máli, ég hefði mátt nota u eða a eða hvað sem ég vil, en ég vil að nota x, þá veit ég að frænkan er þá x plus 5, af því að hún er 5 árum eldri, þá þarf ég að bæta 5 við. Samtals, ef ég plúsa þetta tvennt saman, x sem er Una, plus x plus 5 sem er frænkan, þá fæ ég 29. Og nú er ég komið með jöfnu. Ég hérna samansemmerki. Og þá þarf ég bara að leysa jöfnuna. Ég byrja á einfaldana, draga saman. Svo ger ég mínus 5 báðum megin, þá styttist það út hér. 2x er jáft og 24. Deili með 2 báðum megin, styttist út hérna megin, x er jáft og 12. Og hvað segir þetta mér? Jú, þetta segir mér að Una er 12 ára. Frænkan er þá 5 árum meira eða 17 ára. Það er algjört lykilatriði að skrifa þetta svona. Hvað þýðir x-ið? Hvað veit ég? Þá er svo miklu auðveldara að setja upp jöfnuna og miklu auðveldara að átta sig á því hvernig við eigum í raun að leysa þetta.